Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Við kveðjum í dag og við kveðjum í kærleika og þökk Guðrúnu Karlsdóttur og ætlaði hér í upphafi athafnarinnar að flytja ykkur þær kveðjur sem bárust. Karl Kristján Sigurðsson, faðir Guðrúnar, getur ekki verið með okkur hér í dag, en hann minnist elskaðrar dóttur sinnar. Við biðjum algóðan Guð að hugga hann og styrkja í sorg sinni. Ég færi hér aðstandendum Guðrúnar samúðarkveðjur frá Öddu og Kitta sem ekki geta verið hér viðstödd í dag. Vera Snæhólm, skólasystir Guðrúnar í þroskaþjálfanáminu, minnist hennar með hlýju og biður fyrir kveðjum. Guðjón Valberg og Sigga Kristín biðja fyrir hinstu kveðju með þakklæti til ömmu Gunnu fyrir góðar minningar og liðnar stundir. Innilegar samúðarkveðjur til kærrar fjölskyldu senda Hlíf og Árni á Skagaströnd. Kristinn Jökull minnist ömmu Gunnu með mikilli hlýju og þakklæti fyrir það sem hún var honum og biður fyrir innilegar samúðarkveðjur til aðstandenda. Frá Mexíkó báru síðan samúðarkveðjur frá Hirti Grétarsinni og Helgu Jóhannesdóttur. Síra Friðrik Hjartar og Anna báðu mig að koma á framfæri samúðarkveðjum til fjölskyldu Guðrúnar með þakklæti fyrir afbragðsgóð kynni. Hún og Úlli og fjölskyldan öll reyndist okkur vel og biðjum við góðan Guð að búa Guðrúnu stað í ljósinu og vaka yfir, vernda og styrkja þau öll sem eftir standa og kveðja í dag mikla kosta konu. Pétur Steinar og Lára Guðrún eru stödd erlendis í dag og báðu þau fyrir hjartans kveðjum. Kveðja barst frá Vopnafirði þar sem að Halldór og Sigríður þakka samfylgdina og vottar fjölskyldunni samúð sína. Að lokum er hér kveðja frá Slysavarnafélaginu Sumargjöf sem þakka Guðrúnu störf hennar fyrir félagið. Erfidrykkjan verður í félagsheimilinu Klifi að athöfn lokinni og eru allir viðstaddir velkomnir þangað. En við skulum nú stíga inn í helga stund þar sem við signum okkur og segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Já, almáttugi miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og að treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Amen. Og við svörum, Amen.
Í Davíðssálmum standa þessi orð. Lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náðugur og miskunnsamur Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðirinn sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur Drottinn sýnt miskunn þeim óttast hann. Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér erum mold. En miskunn Drottins við þá óttast hann, varir frá eilífð til eilífðar. Svo ritar Páll postuli. Ekki vil ég, systkin, láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru, til þess að þið séð ekki hrygg eins og hin sem ekki eiga von. Því ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru.
Kæru vinir, ég bið ykkur að rísa úr sætum en við hlýðum á heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Ég lifi og þér munuð lifa. Amen. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Gjörið svo vel og fáið ykkur sæti. Stysta vers Biblíunnar er að finna í 11. kafla Jóhannesar Guðspjalls, en þar segir einfaldlega: Þá grét Jesús. Samhengið er Guðspjallið sem við heyrðum hér áðan, þar sem að Lasarus, vinur Jesú og bróðir Maríu og Mörtu er dáinn. Þá segir frá því að systurnar gráta bróður sinn og Jesús verður mjög hrærður. Jesús grætur því að sorg þeirra sem hafa misst snertir hann djúpt og hann þjáist með þeim. Og hann grætur vin sinn, Lasarus, sem hann elskar, en liggur nú dáinn í gröf sinni. Þrátt fyrir að Jesús vissi að brátt myndi hann reisa vin sinn frá dauðum og lífið sigra, er skelfing dauðans svo djúp að hann grætur og syrgir. En sorgin er ekki án vonar og framundan er upprisa.
Og við megum eiga þessa sömu von upprisuna, eins og postulinn minnir okkur á þegar hann hvetur okkur til að hryggjast ekki vegna þeirra sem eru sofnaðir eins og þeir gera sem eru án vonar, vegna þess að þeir eiga ekki trúna á Krist og sigur hans yfir dauðann. Við erum hér samankomin á þessum degi til að kveðja góða konu, Guðrúnu Karlsdóttur, sem hefur hvatt þennan heim og fengið lausn eftir veikindi sín. Hún gengur nú inn til Guðs hvíldar. Guðrún fæddist í Brekkuhúsi í Hnífsdal þann 1. janúar árið 1945. Hún var dóttir hjónanna Karls Kristjáns Sigurðssonar og Kristjönu Hjartardóttur. Kristjana lést 2013 en Karl Kristján, sem fæddur árið 1918, enn á lífi og þar með allra karla elstur á Íslandi. Guðrún var svo þriðja í röðinni af 6 systkinum, en bræður hennar eldri voru þeir Grétar Þórðarson og Ásgeir Kristján, en þeir eru nú báðir látnir. Þá kom næst í röðinni Hjördís, systir Guðrúnar, sem var 4 árum yngri en hún einnig látin. Yngsyskinina eru síðan þær Sigríður, Ingibjörg og Halldóra. Gunna var bæði bráðger og skörp stelpa, enda gekk hún í barnaskólann í Hnífsdal með krökkum sem voru árinu eldri. Eftir barnaskólan leið Guðrúnar í héraðsskólann að Núpi í Dýrafirði og þaðan útskrifaðist hún með gagnfræðapróf. Árin á heimavistinni á Núpi voru eflaust skemmtileg og þar mynduðu dýrmæt vináttubönd. Þegar Guðrún var 15 ára gömul fékk hún að upplifa síldarævintýrið á Siglufirði og þegar hún fór þangað ásamt móður sinni til að vinna á söltunarplaninu. Hennar minnst frá þessum tíma fyrir að vera ljúfur og yndislegur unglingur, alltaf til fyrirmyndar, dugleg, ósérhlífin og samviskusöm. Áhugi Guðrúnar að þroskaþjálfun kviknaði hjá henni þegar hún fékk vinnu á Kópavogshælinu og útskrifaðist hún með menntun í þeim fræðum. Á þessum tíma kynntist hún Hermanni Lúthersinni og síðar trúlofaðist hún honum. Guðrún sneri þá aftur á heimaslóðir og tók við starfi kaupfélagsstjóra í Hnífsdal ásamt frænku sinni Ingigerði Friðriksdóttur. Guðrún varð fyrir miklu áfalli þann 22. desember árið 1966 þegar báturinn Svanur RR2 fórst í Ísafjarðardjúpi og með honum Hermann, unnustu hennar, Ásgeir Kristján, bróðir hennar, ásamt 4 mönnum öðrum sem einnig tengdust henni ýmist með fjölskyldu eða vinaböndum. Þegar Svanurinn fórst gekk Guðrún með barn þeirra Hermanns Kristjönu sem fæddist svo þann 8. maí 1967. Í Hnífsdal hefur verið reistur fallegur minnisvarði drukknaða sjómenn og á honum skjöldur til minningar mennina sem fórust með Svani. Á minnisvarðan eru letruð orð Krists í Jóhannesar Guðspjalli. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Lífið heldur áfram, þrátt fyrir áföll og sorgir, og árið 1969 giftist Guðrún Úlfari Víglundssyni sem hún hafði kynnst áður þegar hún var á síldinni á Siglufirði. Þau hjónin fluttu sama ár til Ólafsvíkur og hófu búskap sinn á neðri hæðinni hjá foreldrum Úlfars, en síðar byggðu þau sér svo hús að Lindarholti 10 og bjuggu þar síðan allan sinn búskap. Úlfar gekk Kristjönu algjörlega í föðurstað og gerði enga mun á henni og börnunum sem að þau Guðrún eignuðust svo saman, sem eru þau Brynja Björk,
Hermann og Þórey. Eiginmaður Kristjönu er Jóhannes Ólafsson og eiginmaður Brynju Bjarkar er Jóhannes Hjálmarsson. Hermann er kvæntur Ágústu Gunnarsdóttur. Barnabörnin eru 10 talsins og barnabörnin eru nú orðin 6. Úlfur starfaði lengst af sem vörubílstjóri sem gerði út sinn eigin bíl. Hann var hæglátur, góður maður og hjónaband þeirra Gunnu farsælt, þar sem á honum fannst oft ágætt að láta skörunginn hana Gunnu sitja í bílstjórasætinu. En þótt Gunna væri gjarnan í forystuhlutverki, sinnti hún því samt af hugulsemi og án alls yfirgangs. Alla tíð var gott og mikið samband sem að þau Gunna og Úlli áttu við foreldra Gunnu og stórfjölskyldan einstaklega samstíga og samheldin. Farið var í ótal gagnkvæmar heimsóknir, sumarbústaðaferðir og útilegur. Hann var Gunna náinn systrum sínum. Halldóra eyddi mörgum sumrum hér í Ólafsvík hjá Gunnu og Úlla þegar hún var lítil stelpa. Þar sem að Gunna kenndi litlu systur sinni margt gott og tók virkan þátt í uppeldi hennar. Það var líka gott að fá Sigríði Ingibjörgu til Ólafsvíkur sem kom stundum og aðstoðaði Gunnu með börnin þegar þau komu í heiminn. Í Ólafsvík starfaði Gunna fyrst við ýmis störf hjá fjölskyldufyrirtækinu Hróa hf. En stærsta hluta starfsævi sinnar eða í 25 ár vann hún síðan hér á leikskólanum í Ólafsvík ýmist sem þroskaþjálfi, deildarstjóri eða leikskólastjóri. Fyrir hönd kirkjunnar hér í Ólafsvík langar mig að þakka fyrir allt það framlag sem að Guðrún færði kirkjunni, en hún starfaði í mörg ár í sóknarnefndinni okkar. Hún lét síðan svo sannarlega til sín taka í allskyns félagsmálum öðrum, svo sem í kvenfélaginu, barnaverndarnefnd, slysavarnafélaginu og síðast en ekki síst Lionsklúbbnum Rán sem hún átti þátt í að stofna og þar hlaut hún Melvind Jóns orðuna árið 2019 sem er æðsta viðurkenning Lions-hreyfingarinnar og er veitt þeim einstaklingum sem hafa skarað fram úr með framlagi sínu til mannúðarmála og endurspegla þannig eðli, tilgang og gildi hreyfingarinnar. Gunna var mikil fjölskyldukona, yndisleg móðir og amma sem gætti þess vel að miðla til barnanna sinna og barnabarnanna góðu og heilbrigðu gildismati. Fjölskyldan gat alltaf reitt sig á Gunnu sem var mikill klettur. Já, hún var svo sannarlega stoð sinna nánustu og stytta sem batt fjölskylduna saman sterkum kærleiksböndum. Ef eitthvað bjátaði á, vildi hún fá að vita því og alltaf gat hún greitt úr málunum með yfirvegun, húmor og án þess að gera of mikið úr hlutunum. Hún var alltaf hress, full af lífsvilja og vildi hafa nóg fyrir stafni. Gunna kunni vel að koma fyrir svo orði og gat alveg verið beinskeytt og hreinskilin, en þó alltaf með hlýju og gamansepi. Tilsvörin hennar voru mörg skemmtileg og gátu oft fengið börnin hennar til að brosa eða jafnvel skella upp úr. Hennar verður sannarlega sárt saknað, en hún lést á krabbameinsdeild Landspítalans þann 17. febrúar síðastliðinn. En þið gott fólk sem eru hér samankomið til að kveðja, eigið vissulega í huga ykkar myndir og minningar Guðrúnu sem ég veit að þið varðveitið hvert fyrir sig. Þær minningar eru samofnar ljósi kærleikans. Við getum falið látin ástvin í faðm miskunnar og kærleika Guðs og af því er mikill styrkur. Það skapar með tíð og tíma frið í hjarta, von í sál og kjark og þrek til að halda áfram
þótt við leyfum söknuðinum eftir þeim sem við höfum misst að hafa ásamt minningunum góðu bústað í hjarta okkar. Það er fallegt að sjá hversu margir eru hér saman komnir að kveðja Guðrúnu Karlsdóttur og minnast hennar. Við komum hér saman til að þakka samfylgdina með Guðrúnu og fyrir allt það sem hún hefur verið okkur. Við erum líka saman komin til þess að syrgja og sorgin er til staðar af því að við höfum elskað og misst. Og við sem að ekki tilheyrum nánustu fjölskyldu Guðrúnar eru líka komin saman til þess að tjá fjölskyldunni samhug okkar og samhryggð. Til að tjá fjölskyldunni að við elskum ykkur og þrátt fyrir vanmátt okkar til að lina þjáninguna í þessum aðstæðum viljum við svo gjarnan vera til staðar fyrir ykkur. Við sem kristin kirkja viljum líka tjá huggun og von trúarinnar, andspænis dauðanum. Það finnst mér séra Karl Sigurbjörnsson, biskupinn okkar fyrrverandi, gera einstaklega fallega í ljóðrænni bæn sinni sem hann kallaði óttinn við dauðan. En sjálfur lést séra Karl þann 12. febrúar síðastliðinn eftir erfiða glímu við krabbamein. Séra Karl segir þar: Ég óttast dauðan. Hann brýtur niður, sundrar eyðir, skilur eftir sorg og sár, en þú, Jesús Kristur, hefur dauðans afli eitt. Þú sigraðir dauðan á krossi þínum og upprisu. Nú hefur þú síðasta orðið, en ekki dauðinn. Nú er sjálfur dauðinn lífsins dyr til nýrrar framtíðar upprisu dagsins. Það ríkir lífið, en ekki forgengileikinn. Það ríkir gleðin, fölskvalaus, fegurðin, birtan, sem trúin skynjar, vonin væntir og kærleikurinn tjáir á jörðu. Þar lýsir og ríkir þú Kristur, kærleikasdrottinn, lausnari minn. Ég þakka þér fyrir það. Láttu þá vissu leiða mig og lýsa mér og hugga. Amen. Verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni, segir í helgri bók. Við þökkum Guði fyrir þá gjöf sem að líf Guðrúnar var. Við þökkum fyrir ástina, vináttuna og starfið, fyrir dýrmæta samfylgd og ómetalegar minningar. Fyrir gleðina sem hresti og kætti, fyrir hjálpsemina og allt það sem góða sem gefið var með lífi hennar og biðjum Guð að blessa minningu hennar og vera með þeim sem sakna og syrgja. Megi lifandi andi Guðs, huggarinn sem er með okkur í lífi og dauða, vera með okkur öllum. Við Guðrúnu segjum við: far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Guð blessi Guðrúnu Karlsdóttur, Guð blessi ykkur öll, dýr sé Guði Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verða mun aldir alda. Amen.
Guð, Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð, sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjunum og til vegsemdar lýðinum Ísrael. Já, algóði Faðir, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem að þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lít í náð til Guðrúnar Karlsdóttur sem að þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varveit oss í trúnni á þig, að vér megum ásamt þeim sem að þú hefur endurleist, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Og við svörum, Amen. Allar bænir vorar félum vér í þeirri bæn sem að Drottin hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæru vinir, rísum á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínum augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Amen.